Forsetinn flengdi síðustu ríkisstjórn á ríkisráðsfundi í fyrra, segir þáverandi utanríkisráðherra. Þáverandi fjármálaráðherra segir forsetann hafa farið með rangt mál í erlendum fjölmiðlum og rekið glæfralega stefnu. Tveir ráðherrar síðustu ríkisstjórnar fara hörðum orðum Ólaf Ragnar Grímsson, forseta Íslands, í nýjum endurminningarbókum sínum. Annar segir forsetann hafa flengt ríkisstjórnina síðustu áramót og hinn segir forsetann hegða sér á erlendri grundu eins og hann sé forseti Bandaríkjanna og hafi rekið eigin glæfralega stefnu í Icesave-málinu. Össur Skarphéðinsson, fyrrverandi utanríkisráðherra, rekur gang mála á síðasta ríkisráðsfundi síðustu ríkisstjórnar á gamlársdag í fyrra í bók sinni Ár Drekans. Þá vakti athygli og rataði í fjölmiðla að forseti Íslands skyldi leggja fram bókun á ríkisráðsfundi stjórnarskrármálið. Þann fund segir Össur: "Þetta er niðursallandi hirting, ríkisstjórnin er bókstaflega flengd." Össur segir að ræða forsetans sé formleg tilkynning til ríkisstjórnarinnar frá forseta lýðveldisins að hann ætli að berjast gegn þeim breytingum á stjórnarskráni sem ríkisstjórn Íslands hefur lagt til á Alþingi. Össur segir að Jóhanna Sigurðardóttir, þáverandi forsætisráðherra, hafi sagt á fundinum að forseti megi hafa þær skoðanir sem hann vill, en hún telji hvorki rétt að bóka sína skoðun né fari í efnislega umræðu við forseta á fundi ríkisráðs mál sem liggi fyrir Alþingi sem samkvæmt stjórnarskrá eigi eitt að fjalla þau og afgreiða. Össur segir að engum sem setið hafi hans megin við borðið hafi getað dulist af svipbrigðum Steingríms J. Sigfússonar, formanns VG, hversu ósáttur hann var við ræðu forsetans. Nokkrir ráðherrar þessara ríkisstjórnar hafa staðfest þessa atburðarás við fréttastofu í dag. Steingrímur J. Sigfússon, fyrrverandi fjármálaráðherra, segir í bók sinni Frá hruni og heim að mikils misskilnings gæti á hlutverki forseta Íslands, ekki síst í útlöndum. Forsetinn eigi ekki að vera með puttana í því sem ríkisstjórnin er að gera. Sjálfur sé Ólafur Ragnar ekki alsaklaus af því að þessi misskilningur hafi orðið til. Steingrímur segir að forsetinn tali stundum á erlendri grundu líkt og hann sé kosið framkvæmdavald eins og forseti Bandaríkjanna eða Frakklands, en þannig er það alls ekki. Það er þingræði á Íslandi. Hér situr þingbundin ríkisstjórn og sækir umboð sig til Alþingis en ekki til forsetans. Punktur. Í kjölfar þess að forsetinn synjaði lögunum Icesave hið fyrra sinni, segir Steingrímur að mesta áhyggjuefni ríkisstjórnarinnar hafi verið forsetinn sjálfur. Hann hafi farið með rangt mál í erlendum fjölmiðlum. Forsetinn lék lausum hala og rak sína eigin glæfralegu stefnu í málinu. Og Steingrímur telur það hafi verið hneyksli þegar Ólafur Ragnar synjaði Icesave lögunum staðfestingar öðru sinni. Þá hafi forsetinn tekið völdin af meira en 2/3 hlutum Alþingis í máli sem var milliríkjadeila. Ég tel þessa ákvörðun hafa jaðrað við afnám þingræðis. Þau rök hans að þar sem hann hefði áður sett málið í dóm þjóðarinnar þyrfti hann að gera það aftur voru þvæla.